Ja, okay.
Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Biðjum, vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Guð, við erum saman komin hér í helgidómi þínum, til þess að minnast og kveðja Sigríði Kristínu Dagbjörnsdóttur. Við biðjum þess að hún megi hvíla og njóta kærleiksríkrar umhyggju þinnar. Vertu með okkur, hjálpa okkur að styrkja hvert annað og finna þakklætið sem við eigum fyrir það, hvernig hún sem við kveðjum og elskuðum snerti okkur. Hún tengist okkur öllum hér í dag. Styrk þau sem kveðja, veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Í Jesú nafni. Amen. Thank you.
Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn, þú hefur verið okkur athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár er í þínum augum eins og dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já eins og næturvaka. Kenn okkur að telja daga okkar, að við megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð: Guði sé þakkargjörð. Svo segir postulinn Páll: Þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn er frá Guði kominn. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyri okkur það sem við biðjum þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Þannig hljóðar hið heilaga orð: Guði sé þakkargjörð.
Heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmist til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum? En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi, þið leitið að Jesú frá Nasaretinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjáið þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Náð sé með ykkur og friður frá Guði okkar og Drottni Jesú Kristi. Amen. Kveðjustund þessi er bundin kærleika og þakklæti og sömuleiðis leggjum við hana fram í bæn til Guðs. Það er gott að geta séð Guð fyrir sér með ólíkum hætti. Ein mynd af Guði finnst mér áhrifarík. Þar segir: Guð, látir þóknast að frelsa mig. Drottinn, skunda mér til hjálpar. Við tölum stundum mildan og hlýjan kærleika Guðs, en það er líka eitthvað svo frískandi að sjá Guð fyrir sér skunda okkur til hjálpar, ganga hreint og hratt til verks. Og ég veit að það er einnig þannig sem þið minnist Sigríðar. Þið sjáið hana fyrir ykkur spretta á fætur, ganga rösklega að næsta verki sem þarf að vinna, eða skunda rakleiðis til þess að standa vörð fólkið sitt og vera til staðar, hvetja það áfram og vera leið umvefjandi faðmur sem þið eru svo þakklát fyrir. Sigríður Kristín Dagbjartsdóttir fæddist í Hvítárdal í Hrunamannahreppi 10. maí 1950. Foreldrar hennar voru Dagbjartur Jónsson frá Þversbyrnu í Hrunamannahreppi og Sigríður Margrét Guðjónsdóttir frá Unnarsholtskoti í Hrunamannahreppi. Hún var yngst af systkinum sínum, þau eru Ásdís, hún er látin, Jón, Gréta María og Guðbjörn.
Hún var alla tíð í góðu sambandi við systkini sín, hlýtt og gott samband þeirra á milli sem hún var þakklát fyrir og þótti vænt um. Kveðja þau kæra systur sína með miklu þakklæti. Sigríður var uppalin í Hvítárdal og gekk í hefðbundin bústörf eins og hefð var fyrir. Hún bar sterkar taugar til sveitarinnar, var alla tíð sveitastelpa í hjarta sínu og sagði svo oft þegar hugurinn leitaði þangað: sveitin mín. Henni þótti vænt um dýr. Hún sagði frá því hvað dýrin reyndust henni vel í æsku. Þau lögðust hjá henni þegar hún þurfti á því að halda og hjá þeim var hægt að gráta í friði og segja þeim leyndarmálin sem sannarlega fóru ekki lengra. Og eins þótt henni gott að hafa þau með sér þegar hún þurfti að fara út í myrkrinu. Hún fór í barnaskóla á Flúðum nokkrar vikur yfir veturinn, dvaldi þá á heimavist og fór heim helgar. Hún fór unga heiman til vinnu, vann sem unglingur og Ási í Hveragerði, einnig vann hún tíma í Reykjavík. Seinna fór hún í húsmæðraskólan á Laugarvatni og það var mikil gæfa. Hún rifjaði oft upp húsóárin með miklum ljóma og gleði, enda kynntist hún þar sínum bestu vinkonum. Þær hafa alla tíð haldið hópinn og gengið saman í gegnum súrt og sætt í lífi hverrar annarar og þakka henni kæra samfylgd og vináttu. Þegar Sigríður fór á vertíð í Vestmannaeyjum kynntist hún verðandi eiginmanni sínum. 20. apríl 1973 giftist hún Eiríki Sigurgeirssyni. Hann var fæddur 28. febrúar 1949. Þau hófu búskap í Vestmannaeyjum og þar fæddist þeim elsta dóttir þeirra. Dætur þeirra eru Dagbjört, fædd 1972. Hún gift Þorsteini Jóhannessyni. Á hún frá fyrri sambúð Steinunni Rögnu. Dagbjört og Þorsteinn eiga 2 dætur, Kristveigu Láru og Elísabetu Kristel. Heiða fædd 1975. Börn hennar eru Bjartur, Jason og Dagbjört Erla. Sambýliskona Bjarts Kristín Birta Ólafsdóttir og dóttir þeirra Emma Sól. Erla fædd 1979. Börn hennar eru Kristín Líf og Ármann. Sigríður og Eiríkur fluttust upp á land eftir að gos hófst í Vestmannaeyjum. Sú upplifun hafði djúp áhrif á hana og mátti merkja það á lífsleiðinni að reynslan sat í henni. Þau fjölskyldan fluttu aftur til Eyja áramótin 1973 til 74 og bjuggu þar í 10 ár, þar til þau fluttu í Vog á Vatnsleysuströnd og þar bjuggu þau í tæp 5 ár. Þau voru virk í samfélaginu á Vogunum og komu sér fljótt inn í það. Þar voru þau með eigin rekstur og hún aflaði heimilinu einnig tekna með skonsugerð, byrjaði að baka eld snemma morguns og keyrði svo út skonsur til þeirra sem höfðu pantað hjá henni. Og þá var hún einnig með prjónastofu sem hún var með heima og vann einnig við humarvinnslu. Seinna fluttu þau í Mosfellsbæ, þar vann hún lengi á Reykjalundi og það var vinna sem henni líkaði vel. Hún vann í ræstingum, í sundlauginni og sjúkraþjálfuninni. Einnig veitti henni gleði og ánægja að syngja í kórnum þar og minnistæðir samviskusemi hennar þegar hún var heima að æfa lögin sem gat tekið tíma og reynt á. Félagsskapurinn var einstaklega góður og fór hún meðal annars í ferðalög með kórnum. Hún vann einnig í Lágafellsskóla, sá kaffistofuna þar og sömuleiðis vann hún tíma í Mosfellsbakari. Síðar fluttu þau í Leirársveit og þar átt hún hænur sem voru á alveg sérfæði. Og þegar hún átti kött þá var hann einnig á sérfæði. Það var soðinn fiskur daglega, ásamt mjólk og rækjur jólin og stundum humar. Henni leið að mörgu leyti vel í Leirársveitinni, en á þeim tíma þurfti Eiríkur ofta vera lengi tíma í burtu vegna vinnu. Og hún sem var svo mikil félagsvera sóttist í að hafa fólki í kringum sig, þurfti að komast nær fólkinu sínu og fluttu þau þá á Selfoss. Þá var hún nærri fjölskyldunni, sömuleiðis systkinum sínum og stutt að fara til Eyja að hitta fólkið þeirra þar. Mikið nutu barnabörnin þessa eigana ömmu Siggu. Faðmurinn hennar var alltaf opinn og hjá henni nóg rými og pláss.
Þau elstu muna svo vel þegar þau fengu að koma og vera yfir helgi eða lengri tíma. Og hún kallaði fólkið sitt í mat til sín að lágmarki einu sinni í mánuði og þá áttu þau öll að koma. Ísblóm víst eitthvað sem að öll barnabörnin tengja sterkt við ömmu. Það var alltaf til ísblóm í fristinum. Og svo naut hún þess sannarlega að það var komið langömmubarn sem hún var eðlilega mjög hrifin af. Sigga stóð eins og klettur alla tíð með fólkinu sínu. Hvað sem hún tók, hún tók alltaf slaginn fyrir þau. Ef hún heyrði eitthvað umtal, rauk hún af stað, tilbúin að leiðrétta eða taka málstað þeirra. Og þannig gekk hún alltaf fram fyrir dæturnar, barnabörnin, fólkið sitt og auðvitað dýrin. Þau hjónin voru sömuleiðis samstíga í því að þau máttu ekkert aumt sjá. Þá voru þau hlaupin af stað til aðstóðar og hún var svo sannarlega formaðurinn í þeirri björgunarsveit. Hún hafði gott lag á því að blása fólki hugrekki í brjóst og efla með þeim sjálfstraust og finnst fólkinu hennar hún hefði mátt vera duglegri við að tileinka sér það gagnvart sjálfri sér. Því að sannarlega var tilefni til þess með öllu því sem hún hafði að bera og fram að færa. Hún bjó yfir ríkri réttlætiskennd og lét fólk alveg heyra það ef henni ofbauð eitthvað, alveg sama hver átti í hlut. Og þá óhikað sagði hún sína skoðun. Á sama hátt vildi hún aldrei gera upp á milli. Öllu átti að vera jafnt skipt og fyrir jólin fengu dæturnar að velja hver sína uppáhalds smákökusort sem hún bakaði. Kökurnar voru svo settar í dalla og vandlega límt fyrir, því kökurnar áttu ekki að borða fyrir jólin, en þó voru nú víst einhverjir sem kunnu ráð við að losa límbandið af og fá sér smá kökur. Hún bjó fjölskyldu sinni fallegt og öruggt heimili. Henni fannst ekkert endilega gaman að vera í eldhúsinu, en henni fannst gaman að sauma og það gerði hún vel. Saumaði á stelpurnar á yngri árum föt, þar sem hún tók snið af því sem var nýjast í tísku og saumaði svo á þær. Þó það hafi kannski ekki alltaf verið vel séð að vera í heimasaumuðu, en þetta gerði hún vel. Og þannig kunni hún líka að fara vel með og sýna aðhald í rekstri heimilisins. Þess þurfti á þeim tíma sem að þau hjónin voru að koma sér upp heimili. En þó skorti aldrei neitt og nóg var til að mat og þar að auki safnaði í frystikistur. Fleiri en eina og fleiri en tvær. Þegar gesti bar að garði var vel tekið á móti fólki og frá þeim hjónum mátti engin svangur fara. Hún var útsjónasöm og eitthvað höfðu þau nú fengið af nautalund einu sinni í skiptum fyrir líklega eitthvað á sjónum, en hún var honum frekar þreytt á að vera alltaf með þessa steik, svo hún hakkaði bara nautalundina og notaði hana til þess að gera hakk og spagetti. Þar sem Eiríkur var ofta heiman á sjónum og ekki hægt að bíða þess að hann kæmi í land til að sinna þeim verkum sem hembundnar að vara karlmaður sinnti, gerði hún það bara sjálf. Hún málaði, teppalagði, setti upp ljós og gerði allt sem gera þurfti. Hitt annað að það gat stundum gengið mikið á. Og þá sagði hún óhikað án þess að skammast sín fyrir það að hún væri formaður í Brussu- og Breiðrassafélaginu. Hún var kattþrifin og á köflum með mikið þrifnaðaræði og bar heimili þess merki. Sigga var rösk bæði til hugar og handar, hvatvís og stundum á undan sjálfur sér, þannig að hún og aðrir gátu hlegið að því. Hana einkenndi mikill dugnaður og hennar aðalsmerki var að hafa stjórn og yfirsýn yfir hlutina á heimilinu. Hún var dugleg í öllu sem hún tók sér fyrir hendur og því kom hún einnig áfram til dætrana. Það var dygð að vera dugleg að vinna. Vegna vinnu Eiríks ferðaðist hann mikið allan heim og bjó hún víða heiminn með honum, meðal annars í Afríku, Bangladesh og Litáen. En alltaf fannst henni gott að koma heim aftur, hitta barnabörnin og komast í rok og rigningu. Hún var mikil fjölskyldu kona og þess vegna fannst henni gott að hafa fólkið sitt sem mest nærri sér. Fólkið hennar var á sama hátt þakklátt fyrir hana og allt sem hún gerði. Það var frískandi og gott að vera í nærveru hennar, enda ávallt glöð og kát og þekkt fyrir jákvæðni sína.
Pollýanna var, má segja, á köflum eins og ein af heimilisfólkinu og viðhorf hennar til lífsins mikið notuð. Í góðri trú var hún markvisst notuð til hvatningar og uppbyggingar. Þau hjónin voru samhent og náin alla tíð, áttu einstakt og fallegt samband sín á milli. Þau voru vinamerg, það var stór hópur í kringum þau, oft var það Eiríkur sem dró vagninn hvað það varðar, en þau stóðu fallega saman. Þau voru virk í starfi lúterskrar hjónahelgi og voru í góðu sambandi við hópinn sinn. Þau hjónin máttu reyna ýmislegt saman ævina, þau fæddu andvana stúlku og ræddu það ekki mikið eins og venja var á þeim tíma. Einnig veiktist Erla lífshættulega sem kornabarn en alltaf studdu þau hvort annað. Eins þegar Eiríkur hætti að drekka þá urðu þau virk í þeim bata saman og í gegnum líf var trúin alltaf hluti af þeirra lífi sem veitti þeim án efa styrk til að takast á við það sem var erfitt og eins að vera minnt á lífsgleðina og þakklætið. Börnunum og barnabörnunum kendu þau bænir og hún söng þau í svefn. Þau fóru með stelpurnar í sunnudagaskóla þar sem að þau hjónin sungu hvað hæst og gerðu hreyfingarnar af miklum krafti. Hún var virk í margvíslegu kristilegu trúarstarfi, bæna og hugleiðsluhringjum, lærði báen bandlosunar meðferð þó hún hafi ekki stundað það. Eiríkur lést 5. október 2020. Það reyndist henni eðlilega áfall og erfiður tími í kjölfarið. Þá fór heilsu hennar einnig að hraka og Alzheimer sjúkdómurinn alltaf að setja meira og meira mark sitt á líf hennar. Það var þó huggun fólkinu hennar að hún hélt ljúflyndi sínu og alltaf gat hún sungið gömlu góðu lögin þegar þau heyrðust með bros á vör. Hún var tíma í dagdvölinni vina minni og það var henni góður staður og henni leið vel. Það hafði tilgang að fara þangað að morgni og oft leit hún svo á að hún væri að fara í vinnuna. Og þannig fannst henni líka hún ekki vera að svíkjast undan neinu og fengið útrás fyrir dugnað sinn og vinnusemi sem hvarf henni ekki. Síðar kom sá tími að hún gat ekki lengur verið heima og flutti á Móberg. Þar var vel hana hugsað og allt fyrir hana gert sem hægt var. En sá tími kom að hún var kölluð heim í eilífðina og lést hún á hjúkrunarheimilinu Móbergi 25. september síðastliðinn. Sigríður var orðin södd lífdaga, ekki vegna aldursins, heldur fremur hvernig veikindin höfðu tekið yfir líf hennar og hún hvíldinni fegin. Þó þið hafið þess vegna verið undir þetta búin, sorgin ekkert minni og söknuðurinn eftir henni, nærveru hennar eins og hún var þegar hún var upp á sitt besta. Huggunin allar minningarnar góðu, björtu og glaðværu dagana. Minningarnar og sögurnar hana, sumar hverjar skrautlegar og skemmtilegar, kalla fram hláturinn sem líka svo frelsandi og góður, samhliða tárunum sem í minningu hennar falla og eru til þess að nota. Aðra huggun eigið þið og það að hvíla í þeirri trú sem hún átti, svo staðföst og bergföst trú á Guð, Guð sem gaf okkur Jesú og þar með hlutdeild í sínu eilífa lífi. Líf þar sem við hittumst aftur og þá mynd átti Sigga svo sterka í hjarta sínu og óspör á að miðlenni. Þau hjónin kölluðu hvort annað dúllinn minn og dúlla mín og hún var sannfærð það að þegar hún kæmi í sumarlandið, þá eins og hún orðaði það sjálf, þá stendur hann þar, dúllinn minn, og tekur á móti mér með stóra hlýja faðminn sinn. Og ég veit að þið sjáið öll í huga ykkar þessa mynd svo nákvæmlega fyrir ykkur. Og þetta hlý trú og von að hvíla í og eiga. Endurfundir þeirra hjóna fallegir og minningarnar sem að þið eigið af þeim fjársjóður og ljós sem að áfram lýsa ykkur í lífinu. Guð blessi minningu Sigríðar Kristínar og hafi hún þökk fyrir allt og allt. Amen.
Við þakkum þér, Guð, að við eigum alltaf athvarf í þér, að við getum leitað til þín þegar sorgin vitjar okkar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum þig að blessa Sigríði Kristínu Dagbjartsdóttur, sem við felum þér. Lát það góða og það kæra, sem við höfum mist í henni, dvelja hjá okkur áfram, lýsa okkur og styrkja. Lát okkur fá fullvissu að hún hvílir nú örugg í faðmi þínu. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur og gef okkur þinn frið nú og alla tíð. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem að Jesús kendi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunaut. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sem
Ég hef verið beðin að koma á framfæri innilegum samúðarkveðjum frá þeim sem ekki geta verið hér í dag. Það er góð kveðja frá Sigmari Magnúsinni sem staddur er á Kanarí. Þá er einnig kveðja frá Guðna Jónsinni sem staddur er í Noregi. Og þá er kveðja sem að þau senda Diddi Vító, Ingun og börn. Fjölskyldan í Odda þakkar Siggu mákonu fyrir samfylgdina og góðu minningarnar síðustu áratugi og sendir fjölskyldunni sínar dýpstu samúðarkveðjur. Tói Vító biður fyrir kveðju með þakklæti fyrir allt og sendir ættingjum og vinum sínar samúðarkveðjur. Og þá er kær samúðarkveðja með þakklátu fyrir vináttu og aðstoð frá Dolores M. Foley eða Dí og Guðjóni Þór Pálssyni. Þá langar mig einnig að benda á að fólkið hennar Sigríðar þakkar ykkur öllum auðsýnda samúð og hlýhug og þau bjóð ykkur að þiggja veitingar að athöfn lokinni í Kallakorsheimilinu sem er á Eyravegi 67. Ég býð þeim sem treysta sér til að rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir drottin okkar Jesú Krist. Amen.